Dögg Harðardóttir, stjórnlagaráðsfulltrúi. Hvernig hefur starfið í stjórnlagaráði gengið síðustu vikur? Það hefur gengið bara mjög vel, vonum framar. Þetta er góður 25 manna hópur sem er staðráðinn í að láta þessa vinnu heppnast og ganga vel og þetta er ákveðin áskorun vissulega vegna þess að við komum öll úr sikur áttinni en það er samstaða í hópnum og við gerum okkur alveg grein fyrir því að ef okkur tekst ekki þessi vinna þá verður ekkert úr þessu. Þannig að þetta bara fer vel af stað og leggst vel í okkur. Þið ætlið eiga samtal við þjóðina. Hvernig ætlið þið að fara að því? Það hefur nú þegar verið opnuð leið á stjórnlagaráð.is þar sem almenningi gefst kostur á að senda inn erindi og ég var einmitt að athuga þetta hérna áðan að það var nú þegar borist 14 erindi allt mögulegt, kjördæmaskipan, trúmál, náttúruna og svo mætti lengi telja. Þannig að við hvetjum bara þjóðina til þess að senda inn ábendingar og erindi hvað megi betur fara í stjórnarskránni, hvar þjóðarpúlsinn liggur. En á sama tíma verðum við að muna það að stjórnarskráin þarf að standast tímans tönn og við þurfum að hefja okkur yfir dægur þras líðandi stundar. Og vegna þess að við erum líka að semja stjórnarskrá fyrir börnin okkar og hún þarf að endast næstu áratugina. Skýrsla stjórnlaganefndar, það náttúrulega fjölmargir valkostir og svo náttúrulega þjóðfundur 2010 haldið að verði mikið tekið mið af þessari skýrslu og þjóðfundinum í ykkar vinnu. Við getum ekki annað. Stjórnlaganefnd hefur unnið gífurlega mikið og gott verk með því að gefa út skýrslu og hún er mjög góð til þess að styðjast við. Það eru vissulega skiptar skoðanir innan hópsins alls konar hugmyndir sem þar koma fram. En þjóðfundurinn er að sjálfsögðu það sem við þurfum líka að taka tillit til. Þannig að allt saman, þetta hjálpast allt við styðjumst við þetta, en það er líka annað sem er mjög mikilvægt og það er að fá fram allar hliðar hvers máls, velta við hverjum steini og skoða málin frá öllum hliðum, þannig að það sé ekki verið að draga taum einhvers og gleyma því að það eru fleiri hliðar á málinu og í því er rökræðan að sjálfsögðu fólkin og það er það sem er svolítið skemmtilegt við þessa vinnu að hér held ég að sé ekki nokkur maður sem þorir ekki að segja hvað honum finnst.